Þá göngum við aftur til dagskrár og það komið að 9. liður dagskrá. Það starfsræðslun og stefnuumræða seinni hluti og það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þá komið að seinni hálfleik. Grunnskólanum okkar og tónlistarskólum ásamt annarri þjónustu sem fléttast inn í skólastarfið okkar. En grunnskólastarf á Akureyri á sér langa sögu sem nær allt aftur til ársins 1871. Á því ári sitjum 20 börn með kennara sínum í lítilli kennslustofu í Aðalstræti og birtan frá einum steinolíulampa verður að duga. Fátt annað í skólastofunni nema skólatafla, grifflar og steinspjöld til að teikna eða reikna og skrifa. Full ástæða til að minna á hversu stórstígar framfarir hafa orðið í skólastarfi á 148 árum. En í dag búum við börnum okkar eina bestu aðstæður í skólum sem völ á í heiminum. Hér rekum við 7 almenna grunnskóla, 1 sérskóla og 2 skólar eru samreknir í leik- og grunnskóla. Nemendur eru rúmlega 2700. Skólastarfi byggir á stefnu menntun fyrir alla og einstaklingsmiðun í námi höfð að leiðarljósi. Hátt hlutfall fagfólks vinnur í skólunum sem á tryggja vandaða starfshætti. Að undanförnu hafa bæjaryfirvöld aukið fjármagn til eflingar upplýsingatækni. Mikil áhersla lögð á að sú þróun fylgi valkostum og námslögum barna og verði til þess fallin að auka áhuga þeirra á námi. Þó dregið hafa úr mikilvægi þekkingarnáms þá verður öllum að vera ljóst að þekking undirstaða skólastarfs en ekki síður mikilvægt að læra hvernig við nýtum þekkinguna. Það ríkur vilji bæjaryfirvalda að efla list- og verkgreinakennslu sem bæði hefur gildi í sjálfu sér, auk þess sem samþætting við annar nám getur skipt sköpum við að skapa áhuga og efla sköpun í skólastarfi. Síðast en ekki síst vil ég minna á að við megum ekki sætt okkur við annað en að öll börn nái það góðri lestrarfærni að þeim verði allir vegir færir, bæði varðandi frekara nám sem og að takast á við lífið og tilveruna. Lestrarfærni má aldrei skerða tækifæri okkar til betra lífs. Mikilvægt að auka samvinnu á milli íþrótta og skólastarfs og leggja þarf áherslu á að þátttaka barna í íþrótta- og tómstundastarfi sé hluti af samfelldum vinnudegi þeirra. Í starfsáætlun fræðslu- og frístundaráðs þetta eitt af áhersluatriðunum og nú í undirbúningi að fara af stað með tilraunaverkefni í 2 grunnskólum bæjarins sem tekur mið af þessu og verður horft til barna í 1. til 4. bekk. Samvinna þessara 2 ráða skiptir máli og sú þekking og hæfni sem til staðar hjá starfsfólki þessara sviða mikilvægt til að hrinda í framkvæmd samfelldum vinnudegi barna. Búið að ráða verkefnastjóra til að stýra þessu verkefni enda krefst þetta góðs undirbúnings, samstarfs og samtals innan íþrótta- og skólastarfsins. Hlutverk skólaþjónustu fræðslusviðs margþætt. Má þar nefna einstaklingsráðgjöf til skóla, foreldra og barna varðandi uppeldi, líðan og kennslu. Þá greiningum einnig sinnt, hvort sem það snýr að námi, hegðun, líðan, samskiptum, málþroska eða almennum þroska. Þá fylgur einnig stór hluti þjónustunar í sér teymisvinnu vegna fatlaðra barna og barna með hegðunarerfiðleika. Skólaþjónustan hefur einnig unnið mjög markvisst að því að auka þátt forvarna og fræðslu. Þá haldin ýmis námskeið fyrir börn og foreldra sem og fræðsla fyrir foreldra einhverfra barna. Þá hefur einnig verið lögð áherslu á fræðslu fyrir starfsfólk skóla skipulögð vinnubrögð. Mikil áhersla hefur verið lögð á snemmtæka íhlutun og þjónustan skili sér sem allra fyrst til barna, foreldra og skóla. Þá hefur einnig verið lögð rík áherslu á þétt samstarf við önnur svið Akureyrarbæjar, svo sem fjölskyldu, samfélags- og búsetusvið. Það afar mikilvægt að tryggja samfellu í þjónustu við börn og fjölskyldu þeirra. Þá hefur einnig verið mikið samstarf við aðrar stofnanir, svo sem Sjúkrahúsið á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Þroska- og hegðunarstöð og greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Tónlistarskólinn á Akureyri stendur í mikilli þróunarvinnu og frumkvöðlastarfi þessa mundir.
Þar ber hæst að nefna samstarf við alla leik- og grunnskóla Akureyrarbæjar í Söngvaflóði, þar sem kennarar heimsækja öll grunnskólabörn einu sinni í viku og kenna þeim lög og ljóð tengd menningararfi sínum. Hafa sömu nemendur heimsótt hingað til Hof og tekið þátt í tónleikum með landsþekktum listamönnum 2 sinnum á ári. Ljóst er að verkefni hefur öðlast mikinn hljómgrunn meðal grunn- og leikskóla og að mikil eftirspurn virðist vera eftir tónlistarmenntun og tónlistariðkun meðal þeirra. Því er afar ánægjulegt að sjá hvernig hægt er að nýta þá sérþekkingu sem býr innan tónlistarskólans til þjónustu á breiðari grunni eins og þeim sem hefur skapast með þessu samstarfi. Söngvaflóðsverkefni stendur nú á töluverðum tímamótum þar sem óvíst er hvort fjárhagsaðstæður leyfa framhald þess, en unnið er því að hagræða með það fyrir augum að hægt verði að halda starfseminni áfram í einhverju mynd. Vonum við að það verði hægt að vinna þannig úr málum og þetta mikilvæga verkefni ná áfram að vaxa og dafna í framtíðinni. Annað sem ber hæst í starfi tónlistarskólans að undanskilinni hefðbundinni starfsemi hans er umfangsmikið samstarf þróunarverkefni tónlistarskólans á Akureyri og allra framhaldsskóla á svæðinu frá Tröllaskaga til Húsavíkur. Starfsfólk skólans skrifaði og hrindast að 3 nýjum framhaldsnámskrám í klassískri tónlist, rytmískri tónlist og skapandi tónlist með það fyrir augum að gera nemendum sem hyggjast gera tónlist að aðalstarfi kleift að ljúka stúdentsprófi með allt að 114 einingum í tónlist við sinn framhaldsskóla. Verkefni hefur nú þegar laðað framhaldsskólanemendur til bæjarins og nýtt við það þá miklu sérþekkingu og glæsilegu aðstöðu sem í skólanum býr til þess að styðja við menningar og atvinnulíf á svæðinu. Innritaði skólinn 13 nemendur á þessar 9 námsbrautir haustið 2018 sem er margföldun á nemendafjölda fyrir tónlistarbrauta framhaldsskólana. Tónlistarsérhæfing býður upp á 3 námsleiðir, klassíska tónlist, rytmíska og skapandi tónlist, eins og áður sagði, og hafa nemendur því möguleika á að móta tónlistarnámið að sínu áhugasviði. Með námsleiðinni skapandi tónlist sem byggir á hugmyndafræði markþjálfunar og persónulegri ábyrgð nemenda er sérstaklega höfðað til nemenda sem hafa skýr framtíðarmarkmið, hafa verið virkir í listsköpun sinni eða þáttakendur í atvinnulífinu, en ekki fundið þjónustu við hæfi innan þröngs ramma greinanámskrá á tónlistarskólana. Verkefni ekki síst mikilvægt eftir stofnun menntaskóla í tónlist í Reykjavík sem hefur haft ákveðið aðdráttarafl fyrir nemendur í krafti stuðnings mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Sérstaða hinna 9 námsbrautar aukið námsframboð á mið- og framhaldsstigi, aðstæðan hér í Hofi sem og samstarfið heimavist menntaskólans á Akureyri verður þó teljast aðlandi valkostu fyrir nemendur á landinu öllu sem ekki geta gengið húsnæði vísu á höfuðborgarsvæðinu. Teljum við afar mikilvægt að opna samtal á milli Akureyrarbæjar og mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem fyrst framtíðarstuðning við verkefnið, með tilliti til jafnræðis til náms, atvinnuuppbyggingar og búsetu. Slíkt samtal verður að teljast gríðarlega mikilvægt þegar horft er til hinnar öflugu uppbyggingu sem hefur átt sér stað á sviði tónlistarinnar á Akureyri síðustu árin og hins mikla þróunarstarf sem unnið hefur verið í tónlistarskólanum. Í fræðsluráði auk mín sitja þau Hildur Bettý Kristjánsdóttir, Heimir Haraldsson, Þórhallur Harðarson, Rósa Njálsdóttir og Þuríður Sólveig Árnadóttir, en í forföllum hennar fram á vor situr Einar Gauti Helgason. Ólíkt öðrum nefndum bæjarins þá situr fjöldi áheyrnarfulltrúa frá leik- og grunnskólum úr hópi kennara, skólastjórnenda og fulltrúa foreldra. Einnig sitja sviðsstjóri, forstöðumaður rekstrardeildar alla fundi. Í kjölfar kosninga kom mikið að nýju og áhugasömu fólki inn í ráðið, en ljóst er að allir vinna sem einn af því marki að ná sem bestu niðurstöðunni. Vil ég nýta tækifærið hér og þakka fyrir ánægilegt samstarf, en það er virkilega gott að vinna í stórum verkefnum með þessu frábæra fólki. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust. Allir búin að segja það sem þau þurfa að segja? Já. Það segir bara umræðið skólamálinu lokið.